Markúsa Guðspjall. Upphaf fagnaðarerindisins Jesú Krist, Guðs son. Svo ritað hjá Jesaja spámanni: Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjöri beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannes skírari fram í óbyggðinni og predikaði iðrunarskýrn til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allri Júdea byggð og allir Jerúsalem búar og létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sína. En Jóhannes var í klæðum úr úlvalda hári með leðurbelti lendar sér og át engisbrettur og illi hunang. Hann predikaði svo: Sá kemur eftir mig sem mér máttugri, og ég ekki verður þess að krjúpa niður og leysa skóðþeng hans. Ég hef skýrt yður með vatni, en hann mun skýra yður með heilugum anda. Svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nasaret í Galilíu og var skýrður af Jóhannes í Jórdan. Leið og hann stíg upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu. Og rödd kom af himnum: Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Þá knúði andinn hann út í óbyggðina, og hann var í óbyggðin í 40 daga og Satan freistaði hans. Hann hafðist við meðal villidýra og englar þjónuðu honum. Þegar Jóhannes hafði verið tekinn höndum, kom Jesús til Galilíu og predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn fullnaður, Guðs ríki í nánd, gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Jesús var á gangi með Galilíu vatni og sá Símon og Andrés, bróður Símonar, vera að kasta netum í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Jesús sagði við þá: Komið og fylgi mér, og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í staði létu þeir eftir netin og fylgdu honum. Hann gekk skammt þaðan og sá Jakob Sabbedeusson og Jóhannes bróður hans, og voru þeir einnig á báti að búa net. Jesús kallaði þá, og þeir yfirgáfu Sebedeu föður sinn hjá daglaunamönnunum í bátnum og fylgdu honum. Þeir komu til Kapernum. Á hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduna og kendi. Undruðust menn mjög kenningu hann, því hann kendi þeim eins og sá vald hefur og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldinn óhreinum anda. Hann æpti: Hvað vilt þú oss, Jesús frá Nasaret? Ert þú komin að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði þá á hann og mælti: Þegi þú og far út af honum. Þá teygði óhreini andinn manninn, rak upp hljóð mikið og fór út af honum. Sló felmtri á alla og hver spurði annan: Hvað er þetta? Ný kenning með valdi? Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Og orðstír hans barst þegar alla Galilíu. Úr samkundinni fóru þeir rakleitt í hús Símonar og Andrésar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Símonar lá með sótthita og sögðu þeir Jesú þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og reisti hann á fætur. Sótthitin fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá sjúkir voru og haldnir á illum öndum, og allur bærinn var saman komin við dyrnar. Hann læknaði marga þjáðust á ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda, en illu öndunum bannaði hann að tala, því þeir vissu hver hann var. Og árla, löngu fyrir dögun, fór hann á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Þeir Símon leituðu hann uppi, og þegar þeir fundu hann, sögðu þeir við hann: Allir eru að leita að þér. Hann sagði við þá: Við skulum fara annað, í þorpin hér í grennd, svo ég geti einnig predika þar, því að til þess ég komin. Og hann fór og predikaði í samkundum þeirra í allri Galilíu og rak út illa anda. Maður nokkur líkþrár kom til hans, féll á kné og bað hann: Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og hann kendi í brjóstu manninn, rétti út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt hvarf á honum líkþráin og hann varð hreinn. Og Jesús lét hann fara, lagði ríkt á við hann og sagði:
Gæt þess að segja engum neitt, en far þú, sýn því prestinum og fórna fyrir hreinsun þína því sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. En maðurinn gekk burt og ræddi margt þetta og víðfræði mjög, svo að Jesús gat ekki fram að komið opinberlega í neina borg, heldur hafðist við út á óbyggðum stöðum, en menn komið til hans hvaðanæfa. Annar kafli. Nokkrum dögum síðar kom hann aftur til Kapernum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti, og hann flutti þeim orðið. Þá var komið með lama mann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komið með hann til Jesú fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna uppi yfir honum, grófu þær í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lá í. Þá Jesús sér trú þeirra, segir hann við lama mannin: Barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkri fræðimenn og hugsuðu í hjörtum sínum: Hví mælir þessi maður svo, hann guðlastar? Hver getur fyrirgefið syndin nema Guð einn? Samstundis skynjaði Jesús í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sér, og hann sagði við þá: Hví hugsið þér slíkt í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja við lama mannin: Syndin þínar eru fyrirgefnar, eða segja: Stattu upp, taka rekkju þína og gakk? En til þess að þér vitið að mannsonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamannin: Stattu upp, taka rekkju þína og far heim til þín. Hann stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsýn, svo allir voru furðu lostnir, lofuðu Guð og sögðu: Aldrei áður höfum við þvílíkt séð. Aftur fór hann út og gekk með vatninu og allur mannfjöldi kom til hans og hann kendi þeim. Og hann gekk þar, sá hann Leví Alfeusson sitja hjá tollbúðinni og hann sagði við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jesús satt að borði í húsi hans og margir tollengdumenn og bersundu sátu þar með honum og lærisveinum hann, en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farisea sem sáu að hann samneyti bersundum og tollendumönnum sögðu þá við lærisveina hann: Hann etur með tollendumönnum og bersundum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Lærisveina Jóhannesar og farisear héldu nú föstu. Þá komu menn til Jesú og spyrja hann: Hví fasta lærisveina Jóhannesar og lærisveina farisea, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim: Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn er hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn er hjá þeim geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta á þeim degi. Engin saumar bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því að þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður að verri rifa. Og engin lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir vín í belgina og vínið ónýtist, og belgirnið nýtt vín er látið á nýja belgi. Svo bar við að Jesús fór sáðlönd og hvíldardegi og lærisveina hans tóku að tína kornöx á leiðinni. Farisearnir sögðu þá við hann: Lít á, hví gera þeir það sem er ekki leyfilegt á hvíldardegi? Hann svaraði þeim: Hafið þeir aldrei lesið hvað Davíð gjörði hann lá á þegar hann hungraði á menn hans? Hann fór inn í Guðs hús þegar Abítar var æðsti prestur og át skoðunarbrauðin, en þau má engin eta nema prestarnir, og gaf líka mönnum sínum. Og hann sagði við þá: Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins, því að mannssonurinn er einnig herra hvíldardagsins. 3. kafli. Öðru sinni gekk hann í samkunduhús. Þar var maður með visna hönd, og höfðu þeir nánar gætur úr Jesú, hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir höfðust kæra hann, og Jesú segi við mannin með visnu höndina: Stattu upp,
og kom mér fram. Síðan spyr hann þá: hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og hann leit í kring á þá með reiði, sárhryggur yfir harðu hjarta þeirra og sagði við manninn: réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesar sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þeir getu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galileu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídúmer, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídonar. Kom til hans fjöldi manna heyrt höfðu hve mikið hann gjörði. Og hann bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig, svo mannfjöldin þrengdi ekki að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhvern mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem óhreinir andar sáu hann, féllu þeir fram fyrir honum og æptu upp: þú ert sonur Guðs. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá hann sjálfur vildi, og þeir komu til hann. Hann skipaði 12 skyldu vera með honum, og hann gæti sent út að predika með valdi að reka út illa anda. Hann skipaði þá 12, Símon hann gaf nafni Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans, en þeim gaf hann nafni Boanerges, sem þýðir þrumusinni, og Andrés, Filipus og Bartolómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Tadeus og Símon vandlæteri og Júdas Ískoraþjótt, þann sveik hann. Þegar hann kemur heim, safnaðist þar aftur mannfjöldi, svo þeir getu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir konu voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belzebúl í honum, með fullingi höfðingja illar anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundurþykkt, fær það ríki eigi staðist. Og verði heimili sjálfu sér sundurþykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risinn gegn sjálfum sér og orðin sér sundurþykkur, fær hann ekki staðist, þá úti hann. Engi getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt föngum hann, nema hann bindi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi yður, allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd. En þeir höfðu sagt: óreitn andi í honum. Nú koma móðir hans og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi satt í kringum hann og var honum sagt: móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Hann svaraði þeim: hver móðir mín og bræður? Og hann leit á þá kringum hann sátu og segir: hér móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjörir vilja Guðs, sá bróðir minn, systir og móðir. 4. kafli. Aftur tók hann að kenna við vatnið, svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar út á vatninu, en allt fólki var á landi við vatnið. Hann kendi þeim margt í dæmisögum og sagði við þá: hlýðið á, sáðmaður gekk út að sá, og þá var hann sáði, féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Og sumt féll meðal þyrna, og þyrnarnir uxu og kæfðu það, og það bar ekki ávöxt. En sumt féll í góða jörð, kom upp, óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan,
60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði: hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðinn einn, spurðu þeir 12 og hinnir sem með honum voru dæmisögurnar. Hann svaraði: yður er gefin leyndardómur Guðs ríkis, hinnir sem fyrir utan eru fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjáu þeir og skynji ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Og hann segi við þá: þér skilji eigi þessa dæmisögu. Hvernig fáið þér þá skilið nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götunni, þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þó var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðin með fögnuði, leið og þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna, það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tál auðafanna og aðran girti koma til að kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt, sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði við þá: ekki bera menn ljós inn og setja það undir mælikir eða bekk, er það ekki sett á ljósastiku. Því að ekkert er hulið að það verði eigi gjört opinbert, né leynt að það kom ekki í ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá: gæti að hvað þér heyrið. Með þeim mæli sem þér mælið muniður mælt verða og viður bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða, og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þá sagði hann: svo er Guðs ríki sem maður sái sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir nætur og daga, en sæði grær og vex, hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn að fullþroska, lætur hann þegar bera út segðina, því uppskeran er komin. Og hann sagði: við hvað eigum við að líka Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt er það mustardskorni. Þegar því er sáð í mold, er það smæra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því er sáð, tekur það að spretta, það verður öllum jurtum meira og fær svo stóra greinar að fuglar himins geta hreiðra sig í skugga þess. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti hann þeim orðið, svo sem þeir gátu numið, og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Að kvöldi sama dags sagði hann við þá: förum yfirum. Þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér, þar sem hann var í bátnum, en aðrir bátar voru með honum. Þá brast á stormhrina mikil og féllu öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann: meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið: þegið þú, haf hljótt þig. Þá lagði vindinn og gerði stillilogn. Og hann sagði við þá: hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? En þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan: hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. 5. kafli. Þeir komu nú yfir vatnið í byggð Gersana. Leið og Jesús stíg úr bátnum, kom maður á móti honum frá gröfunum, haldir óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og engi gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötrar á fótum og höndum, en hann braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana, og gat enginn ráði við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum
eða á fjöllunum, æpti og lamdi sig grjóti. Þegar hann sá Jesú álengdan, hljóp hann og féll fram fyrir honum og æpti hárri röddu: Hvað vilt þú mér, Jesús sonur Guðs, hins hæsta? Ég særi þig við Guð, hver þú mig eigi. Þegar Jesús hafði sagt við hann: Þú óhreini andi, far út af manninum. Jesús spurði hann þá: Hvað heitir þú? Hann svaraði: Hersing heiti ég, vér eru margir. Og hann bað Jesú ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svínahjörð og beit, og þeir báðu hann: Send oss í svínin, lát oss fara í þau. Hann leyfði þeim það, og fóru þá óreinu andarnir út og í svínin, og hjörðin, nær 2000, ruddist fram á hamrinum í vatnið og drukknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og sáu haldna manninn sem hersingin hafði verið í, sitja þar klæddan og heilvita, og þeir urðu hræddir. En sjónarvottur sögðu þeim hvað fram hafði farið við haldna manninn og frá svínunum. Og þeir tóku að biðja Jesú að fara burtu úr héruðum þeirra. Þá var hann stigið í bátinn, bað sá haldinn hafði verið að fá að fara með honum. En Jesús leyfði honum það eigi, heldur sagði: Far heim til þín og þinna og segð þeim hve mikið Drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunn samur. Hann fór út og tók að kunngera í Dekópólis hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört og undruðust það allir. Þegar Jesús kom aftur yfir á bátnum, safnaðist að honum mikill mannfjöldi, þar sem hann var við vatnið. Þeir komu og einn af samkundustjórunum, Jairus að nafni, og hann sá Jesú, féll hann til fóta honum, bað hann ákaft og sagði: Dóttir mín litla er að dauða komin, kom og legg hendur yfir hana, að hún læknist og lifi. Jesús fór með honum, og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröng hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aðlögu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni, að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafnskjótt þvar blóðlát hennar og hún fann það á sér, hún var heil af meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út af frá honum, og hann sneri sér við í mannþrönginu og sagði: Hver snart klæði mín? Lærisveinar hans sögðu við hann: Þú sérð að mannfjöldi þrengir að þér og spyr þó: Hver snart mig? Hann litaðist til að sjá hver þetta hafði gjört, en konan sem vissi hvað fram við sig hafði farið kom hrædd og skjálfandi, féll til fóta honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði og ver heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta, koma menn heiman frá samkundustjórunum og segja: Dóttir þín er látin, hví ómaugar þú meistarann lengur? Jesús heyrði hvað þeir sögðu en gaf ekki heldur sagði við samkundustjóran: Óttast ekki, trú þú aðeins. Nú leyfði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðurum Jakobi og Jóhannesi. Þeir koma að húsi samkundustjóran. Þar sér hann að allt er í uppnámi, grátur mikill og kveinan. Hann gengur inn og segir við þá: Hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið er ekki dáið, það sefur. En þeir hlógu að honum. Þá lét hann alla fara út og tók með sér föður barnsins og móðir og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var. Og hann tók hönd barnsins og sagði: Talitha kum. Það þýðir: Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Jafnskjótt reis stúlkan upp og fór að ganga en hún var 12 ára og menn urðu frá sér numdir af undrun. En hann lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að éta. 7. kafli.
Þaðan fór Jesús og kom í ættborg sína og lærisveinar hans fylgdu honum. Þegar hvíldardagur var kominn, tók hann að kenna í samkundinni og þeir mörgu sem á hlýddu undruðu stórum þeir sögðu: Hvaðan kemur honum þetta? Hver sú speki sem honum gefin og þau kraftaverk sem gjörast fyrir hendur hann? Er þetta ekki smiðurinn, sonur Maríu, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júdasar og Símonar? Og er ekki systur hans hér hjá okkur? Og þeir hneyksluðust á honum. Þá sagði Jesús: Hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu með frændum og heimamönnum. Og hann gat ekki gjört það neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá. Og hann undraðist vantrú þeirra. Hann fór nú þorpin þar í kring og kendi, og hann kallaði þá 12 til sín, tók að senda þá út 2 og 2 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar, annað en staf, ekki brauð, mal né peninga í belti. Þeir skyldu hafa skó á fótum en ekki 2 kirtla. Og hann sagði við þá: Hvar sem þér fáið inni, þar sé aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju. En hvar sem ekki er tekið við yður né á yður hlýtt, þaðan skulu þér fara og hrista dusti af fótum yðar, þeim til vitnisburðar. Þeir lögðu af stað og predikuðu að menn skyldu gera iðrun, ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Heródes konungur frétti þetta, en það var nafn Jesú orðið víðfrægt. Sögðu sumir: Jóhannes skírari er risinn upp frá dauðum, þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. Aðrir sögðu: Hann er Elía, en aðrir: Hann er spámaður eins og spámennirnir fornu. Þegar Heródes heyrði þetta, sagði hann: Jóhannes, sem ég lét hálsökva, hann er upprisinn. En Heródes hafði sent menn að taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filipusar, bróðir síns. Hann hafði gengið að eiga hana, en Jóhannes hafði sagt við Heródes: Þú mátt ekki eiga konu bróðir þíns. Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyða hann en gat ekki. Því að Heródes hafði beig á honum og verndaði hann, þar hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlýddi á mál hann, en þó var honum ljúft að hlusta á hann. En nú kom hentugur dagur. Á afmæli sínu gjörði Heródes veislu gæðingum sínum, hersöðingjum og fyrirmönnum Galíleu. Dóttir Herodíasar gekk þar inn og stéð dans. Hún hreif Heródes og gesti hans, og konungur sagði við stúlkuna: Bið mig hvers sem þú vilt og mun ég veita þér. Og hann sór henni: Hvað sem þú biður mun ég veita þér, allt að helmingi ríkis míns. Hún gekk þá út og spurði móður sína: Hvað á ég að biðja? Hún svaraði: Höfuð Jóhannesar skírara. Í afskjótt skundaði hún til konungs og bað hann: Gef mér þegar á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur varð hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna vildi hann ekki synja henni þess, heldur sendi þegar varðmann og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangelsinu. Komið höfuð hans á fati og færði stúlkunni, en stúlkan móður sinni. Þegar lærisveinar hans fréttu þetta, komu þeir, tóku lík hans og lögðu í gröf. Postularnir komu nú aftur til Jesú og sögðu honum frá öllu því þeir höfðu gjört og kennt. Hann sagði við þá: Komið þér nú á óbyggðan stað, svo að við séum einir saman og hvílistu stund. En fólk var stöðugt að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Þeir fóru á bátnum einir saman á óbyggðan stað. Menn sáu þá fara og margir þekktu þá, en nú streymdi fólk þangað gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjóstu þá, því að þeir voru sem sauði engan hirði hafa, og hann kemdi þeim margt. Þá mjög var liðið dags, komu lærisveinar hans að máli við hann og sögðu:
hér engin mannabyggð, langt á daginn liðið. Lát þá fara að þeir geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til matar. En hann svaraði þeim, gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svara honum, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta? Jesús spyr þá, hve mörg brauð hafið þér? Farið og gætið það. Þeir höfðu að og svörðu, 5 brauð og 2 fiska. Þá bauð hann þeim að láta alla setjast í grængressið og skipta sér í hópa. Þeir settust niður í flokkum, 100 í sumum en 50 í öðrum. Og hann tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum 2 skipti hann á meðal allara, og þeir neittu allir verðu mettir. Þeir tóku sama brauðbitana, fylltu 12 körfur svo fiskleifarnar, en þeir sem brauðana neittu voru 5.000 karlmenn. Tafarlaust knúði hann lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan þeim yfir til Betsaitu, meðan hann sendi fólki brott, og þá hann hafði kvatt það, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Þegar kvöld var komið var báturinn á miðju vatni, en hann einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn þegar vindur var á móti þeim, og langt var liðin nætur kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar framhjá þeim. Þegar þeir sáu hann ganga á vatninu, hugðu þeir að þar færi vofa og æptu upp yfir sig, því allir sáu þeir hann og var þeim bilt við. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra, verið hugræstur, það ég, verið óhrættir. Og hann sté í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn, og þeir urðu öldungis agndofa, enda höfðu þeir ekki skilið það sem gjörst hafði með brauðin, hjörtu þeirra voru blind. Þegar þeir höfðu náð yfir komu þeir á landi við Genesaret og lögðu þar að. Leið og þeir stigu úr bátnum, þekktu menn hann. Og fólk tók að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarekkjum hvert þangað sem þeir heyrðu að hann væri. Og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta faldklæða hann, og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. 7. kafli. Nú safnast að honum fariséar og nokkri fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neittu matar með vanhelgum óþvegnum höndum, en fariséar og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlaugar og fylgja þeir svo erfðavenju forfeðra sinna, og ekki neita þeir matar þegar þeir koma frá torgi nema þeir hreinsi sig áður. Margt annað hafa þeir gengist undir að rækja, svo sem að hreinsa bikara, könnur og eirkalla. Fariséarnir og fræðimennirnir spyrja hann, hvers vegna fylgja lærisveinar þínir ekki erfðavinnu forfeðranna, heldur neita matar með vanhelgum höndum? Jesús svaraði þeim, sannspár var Jesaja yður hræsnarar, þar sem ritað er, þessi lýður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis styrka þeir mig, þeir kenna þó lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, listavill gjöri þeirra engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfikenning yðar. Móses sagði, heiðra föður þína, og hver sem formæli föður að móður skal dauða deyja, en þér segið, ef maður segir við föður sinn eða móður, það sem þér hefði gett orðið til styrta frá mér korban, það musteris fé. Þá leifið þér honum ekki framar að gjöra neitt fyrir föður sinn eða móður. Þannig látið þér erfikenning yðar sem þér fylgi fram ógild orð Guðs, og margt annað gjöri þér þessu líkt. Aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyrið mig allir og skiljið. Ekkert það utan manninsins sörgi hann, þótt inn í hann fari.
hitt saurgar mannin sem út frá honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var kominn inn frá fólkinu, spurðu lærisveinar hans hann líkinguna, og hann sagði við þá: Eru þeir einnig svo skilningslausir? Skiljið þeir eigi að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur saurgað hann. Því ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga út síðan í safnþúrna. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði: Það sem fer út frá manninum, það saurgar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, saurlufnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og saurgar mannin. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita, en eigi fekk hann dulist. Kona einn frétti þegar á honum og kom og féll honum til fóta, en dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin, ættuð úr Fönikíu, sýrlensku. Hún bað hann að reka illa andan út á dóttur sinni. Hann sagði við hana: Lofaðu börnunum að segðast fyrst, ekki sæmir að taka brauð barnana og kasta því fyrir hundana. Og hún svaraði honum: Satt er það, herra, þó eta hundarnir undan borðinu af mólum barnana. Og hann sagði við hana: Vegna þessara orða skaltu heim snúa, illi andinni farin úr dóttur þinni. Hún fór heim, fann barnið liggjandi á rúminu og illi andinn var farin. Síðan hélt hann úr Týris að byggðum Sídon og yfir Dekapólis byggðir og miðjar til Galilíu vatns. Þá færa þeir til hans mann, daufan og mállausan, og biðji hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingri sínum í eyru honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: Effatha, það opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði, og hann talaði skýrt. Jesús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þau frá því. Menn undruðust næsta mjög og sögðu: Allt gjörir hann vel, daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. 8. kafli. Þessa mundi bar enn svo við að mikill mannfjöldi var saman kominn og hafði ekkert til matar. Jesús kallaði þá til sín lærisveinana og segir við þá: Ég kenni í brjóstu mannfjöldan. Þeir hafa nú hjá mér verið 3 daga og hafa ekkert til matar. Láti ég þá fara fastandi heim til sín, örmagnast þeir á leiðinni, en sumir þeirra eru langt að. Þá svöruðu lærisveinarnir: Hvað hægt að fá brauð til að metta þetta fólk hér í óbyggðum? Hann spurði þá: Hve mörg brauð hafið þér? Þau sögðu 7. Þá bauð hann fólkin að setjast á jörðina, tók brauðin 7, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum að þeir bæru þau fram. En þau báru þau fram fyrir fólkið. Þeir höfðu á fáeina smáfiska. Hann þakkaði Guði og bauð að einnig þeir skildu fram bornir. Menn neittu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar 7 körfur, en þeir voru 4.000. Síðan lét hann þá fara. Og hann stéð þegar í bátinn með lærisveinum sínum og kom í Dalmúnat byggðir. Þangað komu farísear og tóku að þrátta við hann. Þeir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. Hann andvarpaði þungan innra með sér og mælti: Hví heimtar þessi kynslóð tákn? Sannlega segi ég yður, tákn verður alls ekki gefið þessari kynslóð. Hann skildi síðan við þá, stíð aftur í bátinn og fór yfirum. Þeir höfðu gleymt að taka brauð, höfðu ekki nema 1 brauð með sér í bátnum. Jesús ámynti þá og sagði: Gæti yðar varis súrdeig farísea og súrdeig Heródesar. En þeir ræddu sín á milli
að þeir hefðu ekki brauð. Hann var þess vís og segi við þá: Hvað eru þér að tala um, að þér hafið ekki brauð? Skinnið þér ekki enn, ég skiljið, eru hjörtu yðar forhert? Þér hafið augu, sjáuð þér ekki? Þér hafið eyru, heyrið þér ekki? Eða munið þér ekki, þegar ég braut brauðin 5 handa 5.000? Hve marga körfur fullar af brauðbutum tóku þér saman? Þeir svara honum 12. Eða brauðin 7 handa 4.000? Hve marga körfur fullar af brauðum tóku þér saman? Þeir svara 7. Og hann sagði við þá: Skiljið þér ekki enn? Þeir koma til Betsaitu. Þar færa menn til Jesú blindan mann og biðja að hann snerti hann. Hann tók í hönd hins blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skyrpti í augu hans, lagði höndur yfir hann og spurði: Sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti: Ég sé menn, ég greini þá líkt og tré þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, var albata og heilskign á allt. Jesús sendi hann síðan heim til sín og sagði: Inn í þorpið máttu ekki fara. Jesús fór nú ásamt lærisveinum sínum til þorpana frá Sesariu Filippi. Á leiðinni spurði hann lærisveina sína: Hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum: Jóhannes skírara, aðrir Elía og aðrir einn af spámönnunum. Og hann spurði þá: En þér, hvern segið þér mig vera? Pétur svaraði honum: Þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum frá sér. Þá tók hann að kenna þeim: Mannssonurinn á margt að líða. Honum mun útskúfa verða af öldungum, æðstuprestum og fræðimönnum. Hann mun lífláttinn en upprísa eftir 3 daga. Þetta sagði hann berum orðum, en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Jesús sneri sér við, leit til lærisveina sinna, ávitaði Pétur og sagði: Vík frá mér, Satan. Eigi hugsar þú um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Og hann kallaði til sig mannfjöldan ásamt lærisveinum sínum og sagði við þá: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu vegna mín og fagnaðar erindisins mun bjarga því. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn en fyrirgjöra sálu sinni? Eða hvað geti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? En þann sem blygðar sín fyrir mig og mín orð hjá þessari ótrúu syndugu kynslóð, mun mannssonurinn blygðar sín fyrir hann kemur í dýrsi föður síns með heilugum englum. 9. kafli. Og hann sagði við þá: Sannlega segi ég yður, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigi dauða bíða fyrr en þeir sjá Guðsríki komið með krafti. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra og klæði hans urðu fannhvít og skínandi og fær engir bleikir og jörðu svo hvítt gjört. Og þeim birtist Elía ásamt Móse og voru þeir að tala við Jesú. Þá tekur Pétur til máls og segir við Jesú: Rabbi, gott er að við erum hér. Gjörum 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja, enda urðu þeir mjög skelfdir. Þá kom ský og skyggði yfir þá og rödd kom úr skýinu: Þessi er minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Og snögglega, þegar þeir litu í kring, sáu þeir engan framar hjá sér nema Jesús einan. Á leiðinu ofan fjallið bannaði hann þeim að segja nokkrum frá því þeir höfðu séð, fyrir mannssonurinn væri risin upp frá dauðum. Þeir festu orðin í minni og ræddu hvað væri að rísa upp frá dauðum. Og þeir spurðu hann: Hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Hann svaraði þeim: Víst kemur Elía fyrst og færir allt í lag. En hvernig er ritað mannssoninn? Á hann ekki margt að líða og smáður verða
en ég segi yður, Elía er kominn og þeir gerðu honum allt sem þeir vildu eins og ritað er hann. Þegar þeir komu til lærisveinanna sáu þeir mannfjölda mikinn í kringum þá og fræðimenn að þrátta við þá. En leið og fólki sá hann, sló þegar fentri á alla og þeir hlupu til og heilsuðu honum. Hann spurði þá, hvað eru þér að þrátta við þá? En einn úr mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem málleysis var í. Hvar sem andinn grípur hann, slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnýstir tönnum og stirðnar upp. Ég bað lærisveinana þína að ræka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði þeim, ó, þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jesú, en leið og andinn sá hann, teygði hann drenginn ákaflega, hann féll til jarðar, veltist og froðufeldi. Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur hún liðið svo? Hann sagði, frá bernsku. Og oft hefur hann kastað honum bæði og eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur, svo getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Nú sér Jesús að mannfjöldin þyrpist að. Þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dumbi dauði andi, ég býð þér, far út á honum, kom aldrei framar í hann. Þá æpti andinn, teygði hann mjög, fór, en sveinninn var sem nár, svo að flestir sögðu, hann er dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var kominn inn og orðinn einn með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann, hví gátu við ekki rekið hann út? Hann mælti, þetta kyn verður eigi útirekið nema með bæn. Þeir héldu nú brott þaðan og fóru Galileu, en hann vildi ekki að neinn vissi það, því hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim, mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en þá hann hefur líflátin verið, mun hann upprísa eftir 3 daga. En þeir skildu ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Þeir komu til Kapernum, þegar hann var kominn inn, spurði hann þá, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir sögðu, þeir höfðu verið að ræða það sín á milli, hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði á þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Og hann tók lítið barn, setti það meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá, hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér, og hver sem tekur við mér, tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sendi mig. Jóhannes sagði við hann, meistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni, og vildu við varna honum þess, að því hann fylgdi oss ekki. Jesús sagði, varni honum þess ekki, því að enginn sá að hann gjöri kraftaverk í mínu nafni og geti þegar og eftir tala illa mig. Sá sem ekki á móti mér, með oss. Hver sem gefur yður bikar vatns að drekka vegna þess að þér eru Krist, sannlega segi yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingum sem trúa, væri betra að vera varpa í hafið með mylnusteinum hálsinn. Ef hönd þín tælir þig til falls, þá sníð hana af. Betra þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis, í hinn óslökkvandi eld, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Ef fótur þinn tælir þig til falls, þá sníð hann af. Betra þér höldum inn að ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr.
Betri er þér einegðu minn að ganga í ríki Guðs, en hafa bæði augu og verða kastað í helvíti, þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Sér hver mun eldi saltast. Saltið er gott, en ef saltið missir seltuna, með hverju viljið þér þá krydda það? Hafið saltið sjálfum yður og haldið frið yður á milli. 10. kafli. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Júdeu og yfir Jórdan. Fjöldi fólks safnaðist enn til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Farisear komu og spurðu hann hvort maður mætti skilja við konu sína, þeir vildu freista hann. Hann svaraði þeim, hvað hefur Móse boðið yður? Þeir sögðu, Móse leyfði að rita skilnaðarbréf og skilja við hana. Jesús mælti þá til þeirra. Vegna harðúða hjartna yðar ritaði hann yður þetta boðorð, en frá upphafi sköpunar gjörði Guð þau karl og konu. Fyrir því skal maður yfirgefa föður sinn og móður og bindast konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Þegar lærisveinarnir voru komnir inn, spurðu þeir hann aftur þetta, en hann sagði við þá, sá sem skilur við konu sína og kvænist annarri, drýgir hór gegn henni, og ef kona skilur við mann sinn og giftist öðrum, drýgir hún hór. Menn færðu börn til hann að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkar er Guðs ríki. Sannlega segi ég yður, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Og hann tóku þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Þegar hann var að leggja af stað, kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýgja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hann svaraði honum, meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann, eins er þér vant, far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð þig á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur, en dátti hann miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína, hve torvelt verður þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú, en hann sagði aftur við þá, börn, hve torvelt er að komast inn í Guðs ríki. Auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir urðu steini losnir og sögðu sín á milli, hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum eru engi ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Jesús sagði, sannlega segi ég yður, að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra, mín vegna og fagnaðarerindisins, án þess að hann fái 100-falt aftur, nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. En margir hinni fyrstu munu verða síðastir og hinni síðustu fyrstir. Þeir fóru nú á leið upp til Jerúsalem. Jesús gekk á undan þeim, en þeir voru skelfdir, og þeir sem eftir fylgdu voru hræddir. Og enn tók hann til sín þá 12 og fór að segja þeim hvað fram við sig ætti að koma.
Nú förum við upp til Jerúsalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstuprestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir munu hæða hann, hrækja á hann, húðstrýkja og lífláta, en eftir 3 daga mun hann upprísa. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, synir Sebedusar, og sögðu við hann: Meistari, okkur langar að þú gerir fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig um. Hann spurði þá: Hvað viljið þið að ég geri fyrir ykkur? Þeir svöruðu: Veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hægri handa þér og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá: Þið vitið ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleg sem ég drekk, eða skýrt þeirri skýrn sem ég skýrist? Þeir sögðu við hann: Það getum við. Jesús mælti: Þann kaleg sem ég drekk munu þið drekka, og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist. En mitt ekki að veita hver situr mér til hægra handar eða vinstri, það veitist þeim sem það fyrirbúið. Þegar hinir 10 heyrðu þetta, græmdust þeim við þá Jakob og Jóhannes. En Jesús kallaði þá til sín og mælti: Þér vitið að þeir sem teljast að ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim, og höfðingja þeirra láta menn kenna á valdi sínum. En eigi sé svo meðaliðar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðaliðar þjónnýðar, og sá vill fremstur vera meðaliðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnagjalds fyrir marga. Þeir komu til Jerikó, og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa: Sonur Davís, Jesús, miskunnu þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir: Sonur Davís, miskunnu þú mér. Jesús nam staðar og sagði: Kallið á hann. Þeir kalla á blinda mannin og segja við hann: Vertu hugraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann: Hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum: Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann: Far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. 11. kafli. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage og Betaníu við Olíufjalli, sendir hann 2 lærisveina sína og segir við þá: Farið í þorpi hér framundan ykkur, leið og þið komið þangað, munið þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur: Hvers vegna gerið þið þetta? Þá svarið: Herran þarf hans við. Hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu folan bundinn við dyr úti á strætinu og leystu hann. Nokkrir sem stóðu þar sögðu við þá: Hvers vegna þið að leysa folan? Þeir svöruðu eins og Jesús hafði sagt, og þeir létu þá fara. Síðan færu þeir Jesú folan og lögðu á hann klæði sín, en hann settist á bak, og margir breyttu klæði sín á veginn, en aðrir lim, sem þeir höfðu skorið á völlunum. Þeir sem á undan fóru og eftir fylgdu hrópuðu: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Blessað sé hið komandi ríki föðurvors Davíðs, hósanna í hæstum hæðum. Hann fór inn í Jerúsalem og í helgidóminn. Þar leit hann yfir allt, en þar sem komið var kvöld, fór hann til Betaníu með þeim 12. Á leiðinni frá Betaníu morgunin eftir kenndi hann hungur. Þá sá hann álengda lauka fíkjutri og fór að gá hvort hann fyndi nokkuð á því. En þegar hann kom að því fann hann ekkert nema blöð, en það var ekki fíkna tíð. Hann sagði þá við tréð: Enginn eyti framar ávaxtar af þér að eilífu. Þetta heyrðu lærisveinar hann.
Þeir komu til Jerúsalem og hann gekk í helgidóminn og tók að reka út þá sem voru að selja þar og kaupa og hratt borðum víxlarana og stólum dúfnasalana og engum leyfði hann að bera neitt helgidóminn. Og hann kendi þeim og sagði: Er ekki ritað: Hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir, en þér hafi gjört það ræningjabæli. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann á dögum. Þeim stóð ótti af honum, því allur lýðurinn hreifst mjög af kenningu hann. Þegar leið að kvöldi fóru þeir úr borginni. Árla morguns fóru þeir hjá fíkjutrénu og sáu að það var visnað fyrir rótum. Pétur minnti þess sem gerst hafði og segi við hann: Rabbi, sjáðu, fíkjutréð sem þú formæltið visnað. Jesús svaraði þeim: Trúið á Guð, sannlega segi yður, hver sem segi við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða af því. Fyrir því segi yður, hvers sem þið biðið í bæn yðar, þá trúið að þér hafi öðlast það, og yður mun það veitast. Og þegar þér eruð að biðja, þá fyrirgefið, ef yður þykir nokkuð einhver, til þess að Faðir yður á himnum fyrirgefið einnig yður misgjörðir yðar. Ef þið fyrirgefið ekki, mun Faðir yður á himnum ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þeir koma aftur til Jerúsalem og þegar hann var á gangi í helgidóminum, koma til hans æðstu prestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir og segja við hann: Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gerir þetta? Jesús sagði við þá: Ég vil leggja eina spurningu fyrir yður, svarið henni, og ég mun segja yður með hvaða valdi ég geri þetta. Var skírn Jóhannesa frá himni eða frá mönnum? Svarið mér. Þeir águðust hver við annan þetta og sögðu: Ef við segjum frá himni, spyr hann: Hver trúðu þér honum þá ekki? Eða ættu vera að svara frá mönnum? Það þorðu þeir ekki fyrir lýðnum, því allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jesú: Við vitum það ekki. Jesús sagði við þá: Ég segi þið þá ekki heldur með hvaða valdi ég geri þetta. 12. kafli. Og hann tók að tala til þeirra í dæmisögum. Maður plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþörung og reisti törn. Seldi hann síðan vínyrkjum að leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjóna til vínyrkjana að fá hjá þeim hlut af ávexti víngarðsins. En þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann lömdu þeir í höfuðið og svívirtu. En sendi hann annan, og hann drápu þeir, og margar fleiri ýmist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeirra og sagði: Þeir munu virða son minn. En vínyrkja þessir sögðu sín á milli: Þetta er erfinginn, förum og drepum hann, þá fáum við arfinn. Og þeir tóku hann og drápu og kostuðu honum út fyrir víngarðinn. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gjöra? Hann mun koma, tortíma vínyrkjanum og fá öðrum víngarði. Hafið þér eigi lesið þessa reikningu? Sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hyrningarsteinn. Þetta er verk drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann áttu við þá með dæmisögunni og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þá sendu þeir til hans nokkra farisea og herodusa sinna og skildu þeir veiða hann í orðum. Þeir koma og segja við hann: Meistari, við vitum að þú ert sannorður og hirðir ekki álit neins, enda gerir þú þér engan manna mun, heldur kenni Guðs veg í sannleika. Leyfist að gjalda keisarunum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá: Hví freisti þér mín? Fáðu mér denar, látum mig sjá.
Þeir fengu honum pening, hann spyr, hvers mynd og yfirskrift er þetta? Þeir svöruðu, keisarans. En Jesús sagði við þá, gjaldi keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Saddúkæjar komu til hans, en þeir neita því að upprisa sig til og sögðu við hann, meistari, Móses segir oss í ritningunni að degi maður, barnlaus, láti eftir sig konu, skulu bróðir hans ganga að eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru 7 bræður, sá fyrsti tók sér konu en dó barnlaus. Annar bróðurinn gekk að eiga hana og dó barnlaus. Eins hinn þriðji, og allir 7 urðu barnlausir. Síðast allra dó konan. Í upprisinni, þegar menn rísa upp, kona hvers þeirra verður hún þá? Allir 7 höfðu átt hana. Jesús svaraði þeim, er það ekki þetta sem veldur því að þér villist? Þér þekki ekki ritningarnar né mátt Guðs. Þegar menn rísa upp frá dauðum, kvænast þeir hvorkinni giftast, þeir eru sem englar á himnum. En þá dauðu að þeir rísu upp, hafið þeir ekki lesið það í bók Móse í sögunum þyrnurunnin? Guð segir við Móse, ég er Guð Abraham, Guð Ísaks og Guð Jakob. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifandi. Þeir villist stórlega. Þá kom til hans fræðumaður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðst allra boðorða? Jesús svaraði, æðst er þetta, heyr, Ísrael, drottinn, Guð vor. Hann einn er drottinn, og þú skalt elska drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Fræðimaður sagði þá við hann, rétt er það meistari, satt segir þú, að einn er hann og enginn er annar en hann. Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfa sig, það er öllum brennifórnum og slátufórnum meira. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann, þú ert ekki fjarri Guðs ríki, og enginn þorði framar að spyrja hann. Þegar Jesús var að kenna í helgidómunu sagði hann, hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilugum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, setið mér til hægri handar, þangað til ég geri óvinni þína fótskur minni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlýddi fúslega á hann. Í kenningu sinni sagði hann, varist fræðimennina, sem fýs er að ganga í síðskikkjum og láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir eta upp heimili ekna og flytja langa bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. Jesús settist gegn fjárhirslunni og horfði á fólki leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki einn fátæk og lét þar 2 smápeninga eins eiris virði. Og hann kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá, sannlega segi ég yður, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögði í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína. 13. kafli. Þegar Jesús gekk út úr helgidómunum, segir einn lærisveinn hans við hann, meistari, lít á, hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Jesús svaraði honum, sérðu þessa miklu byggingar? Ekki mun eftir látin steinn yfir steini er eigi sér niður brotinn. Þá hann sat á Olíufjallinu gengt helgidóminu, spurði hann einslega þeir Pétur, Jakob, Jóhannes og Andrés. Segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn þess að allt þetta sé að koma fram? En Jesús tók að segja þeim, varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég, og marga munu þau leiða í villu.
En þegar þér spyrjið hernað og ófriðar tíðindi, þá skelfist ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar á ýmsum stöðum og hungur. Þetta er uppafæðingar hríðanna. Gæti að sjálfu miðar. Menn munu draga það fyrir dómstóla. Í samkvöndum verði þeir húðstryktir og þeir munu leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna. Þeim til vitnisburðar. En fyrst á að prédika öllum þjóðum fagnaðarerindið. Þegar menn taka yður og draga fyrir rétt, hafið þó ekki fyrirfram áhyggjur af því hvað þér eigið að segja. Heldur talið það sem yður verður gefið á þeirri stundu. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur heila á randi. Þá mun bróðir selja bróðir í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Og þeir munu hata þær á öllum vegna nafns míns. En sá sem staðfastur er allt til enda, mun hólpin verða. En þegar þeir sjáu viðurstuð eyðingarinnar standa þar er ekki skildi, lesarinn athugi það, þá flýi þeir sem í Júdu eru til fjalla. Sá sem er upp á þaki far ekki ofan og inn í húsið að sækja neitt. Og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Veið þeim sem þungaðir eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að það verði ekki vetur. Á þeim dögum verður þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar, er Guð skapaði allt til þessa og mun aldrei verða. Ef Drottinn hefði ekki stytt þessa daga, kæmist enginn maður af, en hann hefur stytt þá vegna þeirra sem hann hefur útvalið. Og ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki, því að fram munu koma falskristar og falsspámenn, og þeir munu gera tákn og undur til að leiða afvega hinna útvöldu ef orði gæti. Verið varir yður, ég hef sagt yður allt fyrir. En á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína, og stjörnurnar munu hrapa af himni og kraftar himnanna bifast. Þá munu menn sjá mannsennin koma í skýjum með miklu mætti og dýrð, og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr 8 frá skautum jarðar til himinskauta. Nemi líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá viti þér að sumar er í nánd. Eins skuli þeir vita, þegar þeir sjáu þetta verða, að hann er í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag eða stund veit enginn, hvorki englar á himnin er sonurinn, enginn nema faðirinn. Verið varir yður, vakið, þér vitið ekki nær tíminn er komin. Svo er þetta sem maður fari úr landi, skilið við húsið og felið þjónum sínum umráðin, hverjum sitt verk. Dyraverðunum býður hann að vaka. Vakið því, þér vitið ekki nær húsbóndin kemur að kveldi á miðnætti í 8 eða dögun. Láti hann ekki finna yður sofandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi öllum vakið. 14. kafli. Nú voru 2 dagar til páska og hátíðar ósýrðu brauðanna, og æðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu handsama Jesú með svikum og tekið hann að lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, þá gæti orðið uppþótt með liðnum. Hann var í Betaníu í húsi Símonar líkþráa og sat að borði. Þá kom þar kona og hafði alabastur buðk með ómenguðum dýrum narsturs mislum. Hún braut buðkinn og hellti yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir gramdist þetta og þeir sögðu sín á milli. Til hvers er öll þessi sóun og smislum? Þessi smisl hefði mátt selja fyrir meira en 300 denara og gefa fátækum, og þeir atirtu hana. En Jesús sagði, látið hann í friði, hvað eru þér að ángra hana? Gott verk gjörði hún á mér. Fátæka hafið þér jafnan hjá yður og getur gjört þeim gott,
nær þér viljið, en mig hafið þér ekki áað. Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til grefturinnar. Sannlega segi ég yður, hvar sem fagnaðarerindið verður flutt allan heim, mun og getið verða þess sem hún gjörði til minningar hana. Júdas Ískaríot, einn þeirra 12, fór þó til æðstu prestana að framsela þeim hann. Þegar þeir heyrðu það, urðu þeir glaðir við og hétu honum fé fyrir, en hann leitaði færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósyrðu brauðana, þegar menn sláturuðu páskalambinu, sögðu lærisveinar hans við hann: Hvert vilt þú að við förum og búum þér páskamáltíðina? Þá sendi hann 2 lærisveina sína og sagði við þá: Farið inn í borgina og ykkur mun mæta maður sem ber vaskir, fylgið honum, og þar sem hann fer inn, skulu þér segja við húsráðandann: Meistarinn spyr, hvar er herbergið þar sem ég get neytt páskamáltíðinar með lærisveinum mínum? Hann mun þó sýna ykkur loftsal mikinn, búinn hægjendum og til reiðu. Hafið þar viðbúnað fyrir oss. Lærisveinarnir fóru, komu inn í borgin og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Kvöldi kom hann með þeim 12. Þegar þeir sátu að borði og mötuðust, sagði Jesús: Sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig, einn sem með mér etur. Þeir yrðu hryggir við og sögðu við hann: Einn af öðrum, ekki er það ég. Hann svaraði þeim: Það er einn þeirra 12, hann dýfir í sama fat og ég. Mannsorðin fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað, en veið þeim manni sem því veldur að mannsorðin verður framseldur, betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Þá þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði: Takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleg, gjörði þakkir og gaf þeim, og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá: Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðinni frá mun ég eigi drekka ávexti vínviðarins til þess dags er ég drekka nýjan í Guðs ríki. Og þegar þeir höfðu sungið lofsönginn, fóru þeir til Olíufjallsins og Jesús sagði við þá: Þér munu allir hneykslast, því ritað er: Ég mun slá hirðin og seiðurnir munu tvistrast. En eftir að ég upprisinn, mun ég fara á undan yður til Galilíu. Þá sagði Pétur: Þótt allir hneykslist, geri ég það aldrei. Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér, nú í nótt, áður en hani gala tvisvar, myndu 3 afneita mér. En Pétur kvað enn fastar að: Þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir. Þeir koma til staðar heitir Getsemane og Jesús segir við lærisveina sína: Setjist hér meðan ég biðst fyrir. Hann tók með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Og nú setti á honum ógn og angist. Hann segir við þá: Sál mín er hrygg allt til dauða, bíði hér og vakið. Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll til jarðar og bað að sú stund færi fram hjá sér ef verða mætti. Hann sagði: Abba, faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleg frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann kemur aftur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur: Símon, sefur þú? Gastu ekki vakað eina stund? Vakið og biðjið, að þér falli ekki freistni. Andinn er reiðubúin, en holdið veikt. Aftur vék hann brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur, fann hann þó enn sofandi. Því drungi var í augum þeirra og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Í þriðja sinn kom hann og sagði við þá: Sofið þér enn og hvílist, nú er nóg, stundin er komin. Mannsonurinn er framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum, sá er í nánd er með svíkur. Leið meðan hann var enn að tala, kemur Júdas, einn þeirra 12, og með honum flokku manna frá æðstu prestunum, fræðimönnunum og öldungunum, og höfðu þeir sverð og barefli.
Svekarinn hafði sagt þeim þetta til marks: sá sem ég kyssi, hann er það. Takið hann höndum og farið brott í tryggri vörslu. Hann kemur, gengur beint að Jesú og segir: Rabbi, og kyssti hann. En hinir lögðu hendur á hann og tóku hann. Einn þeirra er hjá stóð, brá sverði, hjó til þjóns æðsta prestsins og sneiða honum eyrað. Þá sagði Jesús við þá: eru þeir að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegna ræningja til að handtaka mig? Daglega var ég hjá þér í helgidóminum og kendi, og þér tóku mig ekki höndum, en ritningarnar hljóta að rætast. Þá yfirgáfu hann allir, lærisveinarnir hans, og flýðu. En maður nokkur ungur fylgdist með honum. Hann hafði línklæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann léti eftir línklæðið og flýði nakinn. Nú færið þeir Jesú til æðstu prestsins. Þar komu saman allir æðstu prestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt inn í garð æðsta prestsins. Þar sat hann hjá þjónunum og verði sig við eldinn. Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báru þó ljúgvitni gegn honum, en framburður þeirra bar ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúgvitni gegn honum og sögðu: við heyrðum hann segja: ég mun brjóta niður musturinn þetta sem með höndum er gjört og reisa annað á 3 dögum sem ekki er með höndum gjört. En ekki bar þeim heldur saman þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jesú: svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann þagði og svaraði engu. En spurði æðstipresturinn hann: ertu Kristur, sonur hins blessaða? Jesú sagði: ég er sá, og þér muni sjá mannssonin sitja til hægri handa máttarins og koma í skýjum himinsins. Þá reif æðstipresturinn klæði sín og sagði: hvað þurfum við nú framar votta við? Þér heyrðu guðlastið, hvað líst yður? Og þeir dæmdu hann allir sekan og dauða verðan. Þá tóku sumir að hrækja á hann. Þeir huldu andlit sín og slógu hann með hnefunum og sögðu við hann: spáðu. Eins spurðu þjónarnir hann. Pétur var niðri í garðinum. Þar kom ein af þernum æðstaprestsins og sá hvar Pétur var orðna sér. Hún horfði á hann og segir: þú varst líka með manninu frá Nasaret, þessum Jesú. Því neitaði hann og sagði: ekki veit ég né skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðin, en þá gól hani. Þá sá þernan hann og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu: þessi er einn af þeim. En hann neitaði sem áður. Litlu síðar sögðu þeir er hjá stóðu enn við Pétur: víst ertu einn af þeim, en ertu Galílíu maður. En hann sór og sárt við lagði: ég þekki ekki þennan mann sem þér talið um. Leið gól hani annað sinn og Pétur minntist þess Jesús hafði mælt við hann: áður en hani gala 2 svar, myndu 3 svar afneita mér. Þá fór hann að gráta. 15. kafli. Þegar að morgni gjörðu æðstu prestarnir samþykkt með öldungunum, fræðimönnunum og öllu ráðinu. Þeir létu binda Jesú og færa brott og framsöldu hann Pílatusi. Pílatus spurði hann: ert þú konungur gyðinga? Hann svaraði: þú segir það. En æðstu prestarnir báru á hann margar sakir. Pílatus spurði hann aftur: svarar þú engu, þú heyri hve þungar sakir þeir ber á þig? En Jesús svaraði engu framar og undraði Pílatus það. En á hátíðinni var hann vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barabbas var þá í böndum ásamt upphlaupsmönnum. Höfður fram í manndráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að biðja að Pílatus veitti þeim þið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim: viljið þér að ég gefi yður lausan konung gyðinga? Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakið framselt hann. En æðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá: hvað á ég þá að gera við þann sem þér kallið konung gyðinga?
En þeir æptu á móti, krossfestu hann. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þó gjört? En þeir æptu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gjöra fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausan. Hann lét húðstyrkja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermennirnir fóru með hann inn í höllina, aðsetur landshöfðingjans, og kölluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpur og skikkju, flétta þyrnikórunu og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að heilsa honum, heill þú konungur gyðinga. Og þeir slógu höfuð hans með reirsbrotta og hræktu á hann, féllu á kné og hyltu hann. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr purpur og skikkinu og í hans eigin klæði. Þá leitu þeir hann út til að krossfesta hann. En maður nokkur átti leið þar hjá og var að koma utan úr sveit. Hann neyða þeir til að bera kross Jesú. Það var Símon frá Kýrene, faðir þeirra Alexanders og Rúfusar. Þeir fara með hann til þess staðar heiti Golgata, það þýðir hauskúpustaður. Þeir báru honum vín, blandaða myrru, en hann þáði ekki. Þá krossfestu þeir hann og þeir skiptu með þessu klæðum hans og kostuðu hlutum hvað hver skildi fá. En það var dagmál, þeir krossfestu hann, og yfirskriftin sakargift hans var svo skráð, konungur gyðinga. Með honum krossfestu þeir 2 ræningja, annað til hægri handar honum, en hinn til vinstri. Þá rætti svo reikning segir, við illvirkjum var hann talinn. Þeir sem framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sín og sögðu, svei, þú, sem brýtur niður musterið og reisir þá 3 dögum. Bjarga nú sjálfum þér og stíg niður á krossinum. Eins gjörðu æðstu prestarnir gysað honum og fræðimennirnir og sögðu hver við annan. Öðrum bjargaði hann, sjálfur sér getur hann ekki bjargað. Stígi nú Kristur konungur Ísraels niður á krossinum svo að við getum séð og trúað. Einnig smánuðu hann þeir sem með honum voru krossfestir. Á hádegi varð myrkur allt land til nóns, og á nóni kallaði Jesú hárri röddu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkri þeirra hjá stóðu, heyrðu þetta og sögðu, heyrið, hann kallar á Elía. Hljóp þó einn til, fyllti njarðarvött ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hann mælti, látum sjá hvort Elía kemur að taka hann ofan. En Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andan. Og fortjald mustersins rifnaði 2 ofan frá allt niður úr. Þegar hundraðshöfðinginn sem stóð gegnt honum sá hann gefa upp andan á þennan hátt, sagði hann, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru á konur álengdar og horfðu á, meðal þeirra María Magdalena, María móðir þeirra Jakobs yngra og Jóse og Salome. Þar höfðu fylgt honum og þjónað hann var í Galileu. Þar voru margar aðrar konur sem höfðu farið með honum upp til Jerúsalem. Nú var komið kvöld, þá var aðfangadagur, það dagurinn fyrir hvíldardag. Þá kom Jósef frá Arimaþeu, göfugur ráðherra sjálfur vænti Guðs ríkis. Hann dirfðist að fara inn til Pílatusar og biðja líkama Jesú. Pílatus furðaði á, hann skildi þegar vera andaður. Hann kallaði til sín hundraðshöfðingjan og spurði hvort hann væri þegar látinn. Og hann var þess vís hjá hundraðshöfðingjanum, gaf hann Jósef líkið. En hann keypti línklæði, tók hann ofan, sveipaði hann línklæðum og lagði í gröf, högnaði í klett og velti steini fyrir grafa munnan. María Magdalena og María móðir Jóseu sáu hvar hann var lagður. 16. kafli. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilsmist til að fara og smyrja hann. Og mjög árla fyrsta dag vikunar sólar uppbrós koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli,
hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmununum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfuna og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta, hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því ótti og ofboð var yfir þær komið. Þær sögðu engu frá neinu því þær voru hræddar. Þegar hann var upprisinn árlæn fyrsta dag vikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið 7 illa anda. Hún fór og kunngerði þetta þeim, en með honum höfðu verið og hörmuðu nú og grétu. Þá þeir heyrðu að hann væri lifandi og hún hefði séð hann, trúðu þeir ekki. Eftir þetta birtist hann í annarri mynd, 2 þeirra, þar sem þeir voru á göngu og leið út í sveit. Þeir sneru við og kunngjörðu hinum, en þeir trúðu þeim ekki heldur. Seinna birtist hann þeim 11, þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og harðúð hjartans, að þeir hefðu ekki trúað þeim sá hann upprisinn. Hann sagði við þá, farið út allan heim og prediki fagnaðarerindið öllu mannkinni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. En þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala 9 tungum, taka upp höggorma, og þó þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottin Jesús hafði talað við þá, var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar Guði. Þeir fóru og predikuðu hvarvetna, en drottin var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu.